Þetta Einar Áskell. Hann vill helst gera allt í einu. Horfa á sjónvarpið, borða brauðið sitt og hlaða vegg. Bíddu nú hægur, eitt í einu, allt þarf sinn tíma, segir pabbi. Borða brauðið fyrst og leika sér svo. Já, þetta pabbans Einars Áskells. Hann kann ógrynnin öll af spakmælum og málsháttum. Eitt í einu, pabbi vanar að segja. Staður fyrir hvern hlut og hver hlutur á sínum stað. Hann vill að allt sé gert vel og vandlega. Þegar pabbi býr rúmið, sléttar hann ábreiðuna þangað til rúmið verður flatt eins og pönnukaka. Svo liggur hver sem hann hefur sig búið, segir hann ánægður. Pabbi vill hafa alla hluti í snyrtilegum röðum, í skápum og skúffum. Þegar Einar Áskell að leita að rauða merkipennanum sínum, pabbi vís að koma og segja: Mikil dæmalaus óreiða þetta. Maður á að hafa hvern hlut á sínum stað. Og þegar þeir ætla að halda veislu og að leggja á borð og Einar Áskell setur allt á annan endan, segir pabbi. Staður fyrir hvern hlut og hver hlutur á sínum stað. Annarkvort að gera verkið almennilega eða láta það ógert. En þetta segir hann ekki í dag. Hann svo önnum kafinn. Það laugardagur og ósköpin all að gera. Þvo, fara út með ruslið og ryksuga. Auk þess voru þeir að versla fyrir helgina. Það þarf að taka allt upp úr bókonum og koma því á sinn stað, en þau kynstur af varningi. Allt þarf að setja á réttan stað. Pabbi óþolinmóður. En Einari Áskelli þykir gaman að taka upp vörurnar og tína þær í sundur. Síðu nærbuxurnar á að leggja á hilluna í klæðaskápnum og frosna matinn á að setja í frystihólfið. Ostinn hér og laukinn þarna. Allt skal vera á sínum sérstaka stað. Það þarf að ganga frá öllu og það sem allra fyrst. Það heimtar pabbi. Því að svo byrjar helgarfriðurinn og loksins þeir búnir. Nú þurfum við að hvíla okkur báðir tveir, segir pabbi. Og það verður yndislegt. Hann ætlar að fá sér kaffisopa, en Einar Áskell fær banana. Einar Áskell tekur fram nýju myndabókina úr bókasafninu og laumast í felustæðin sinn í fataskápnum. Þar kúrir hann og lætur fara vel sig. Hvað þetta notalegt. Þvottavélin stönsuð og vörurnar komnar á sinn stað. Allt aftur komið í röð og reglu á heimilinu. Drykk, drykk, dropp. Það heyrist eitthvað. Einar Áskell hlustar.
Dripp, dripp. Hvað er eiginlega á seyði? Það getur þó ekki rinnt hér inni. Það vætlar og rennur, dropar detta og væta rennur. Hvað getur þetta verið? Einar Áskell verður að sækja eldhúströppuna til að kanna málið. Æ. Það hafa ekki allir hlutir lent á réttum stað. Pabbi, komdu fljótt, kallar Einar Áskell. Hérna skápnum. Ísinn liggur í sokkahillunni og er farin að bráðna. Ó, nei, hrópar pabbi. Þetta er mér að kenna. Ég hef látið íspakkan á vitlausan stað. Já, af því að þú flýttir þér of mikið, segir Einar Áskell í áminningartón. Þú gleymdir að segja, 1 í 1 og svo var allt í klaka, pönnukaka. Já, þvílík dómadags óræða, segir pabbi. Ís í fataskápnum. Öll hillan útsvínuð, sjáðu bara. Sokkar, buxur og bolir löðrandi ísósu. Æ. 3 heilir pakkar farnir í súginn. Þvílík óheppni. Og nú fáum við engan ís í ábæti, kveinar pabbi. Þá skellir hlær Einar Áskell. Ég veit hvað við getum haft í staðinn, pabbi. Hann þýtur fram í eldhús og sækir það sem átt að fara í fataskápinn. Gjörðu svo vel. Frosnar nærbuxur, fyrirtaks ábæti pabbi. Svellkaldar síðar nærbuxur með hélubrytingum. Þá fer pabbi líka að hlæja. En það er kræsingar, harðfrosnar herranærbuxur með broti, réttur hlutur á röngum stað og allt á floti allstaðar. En ábæti fenguður engu að síður, því að pabbi tók sér til og bakaði þessar líka fínu pönnukökur. Allt í klaka pönnukaka og nærbuxurnar hangi í friði og ró til þerris inn á baði. Allt þarf nefnilega sinn tíma. Sjáum nú til, pönnukökur, egg, hveiti og mjólk og salt. Þá ætti allt að vera komið. Pabbi fór að baka og úr varð pönnukaka.